Góðir Íslendingar, kæru samlandar, nær og fjær. Nú líður senn að því að íslenska þjóðin gangi að kjörborðinu, votti virðingu sína lýðræðinu og kjósi sér nýjan forseta íslenska lýðveldisins. Við lifum fordæmalausa tíma þar sem hriktir í innviðum samfélagsins, tíma þar sem mikilvægi samstöðu þjóðarinnar verður augljóst, tíma þar sem gríðarlegar hörmungar ganga yfir heimsbyggðina alla. Íslenska þjóðin hefur sýnt á þú sannað gegnum aldanna rás að hún býr yfir sterkum eiginleikum til að ekki eingöngu takast á við erfiðleika, heldur sigra hið óhugsandi. Og nú sérlega mikilvægt að þessir eiginleikar þjóðarinnar fái að blómstra, svo hér megi til frambúðar byggja upp hagsælt samfélag. Því íslenska þjóðin sigrast á erfiðleikum og stendur sterkari eftir. Til að þessir eiginleikar fái notið sín mikilvægt að þjóðin geti litið til sterkra leiðtoga, vita í hafrótinu sem leiðbeina stjórnvöldum, veita þeim nauðsynlegt aðhald og blása landsmönnum öllum baráttu anda í brjóst. Sú ákvörðun sem ég hef nú tekið á sér í raun ævilangan aðdraganda, en á sama tíma lá hún í augum uppi og var mér augljóst, auðvelt og ljúft skref að taka. Og þó að enginn hafi komið beint að máli við mig og hvatt mig til þessar ákvörðunar, þá veit ég vel að þeir sem til mín þekkja, hvort sem það úr mínu persónulega lífi eða úr atvinnulífinu, munu fylgjast á bak við ákvörðunina, samgleðjast mér og vera mér sammála það að þetta rétt ákvörðun með hagsmuni íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi. Kæru Íslendingar, það því með gleði í hjarta, af auðmýkt og með miklu stolti sem ég tilkynni hér með að ég mun ekki gefa kost á mér í kjöri til forseta Íslands árið 2020. Ég þakka áheyrnina, Guð blessi ykkur og Guð blessi Ísland. Ég held að þetta hafi bara verið takan sko, ég held að þetta komið. Klappa og klárt. Íslands þúsund. Nei, ég var kærður fyrir einn svona föðurlandssveik. Já, heyrðu, ég minni ykkur allavega á að læka, subscriba, deila, þið vitið, þið kunnið þetta. See you næst.